Já, ég hræddur það. Gleðilegan föstudag, kæru hlustendur Pingjunar. Já. Það ekki mikið efni eftir hjá okkur. Þannig að það að gera að drekka í sig alla þá visku sem við munum sprauta yfir ykkur hérna í dag. Já. Það er mikil viska í þessu þætti. Já, ég held það. Það er mikil viska framundan. Það er svona eitt af öðru. Það ekki? Jú, þátturinn á þetta. Já, ég elska þegar þú kom búinn að ákveða fyrir hann. Já, ég skrif alltaf working title. Já, það tekur mig alltaf óþarflega mikla orku að finna út nafn á þættina. Já, en þátturinn á að heita Pabbi má ég kíkja í Játfjallið. Ok, ég ætla að skáða þetta hjá mig. Meira það síðar. Pabbi má ég kíkja í Játfjallið. Sérðu hérna, ég er alltaf með. Er það? Já, frúin í handbolti döð. Af hverju ertu ekki að láta mig vita? Get loose and drink the juice. Dræspell. Þetta er nú eitthvað vitlaust Bara aðdáendur, mástu þetta í. Já. January is for the ordinary. Já. Let's talk about Tom. Já, let's talk about Tom, ég með það. Pabbi má ég kíkja í Játfjallið. January is for the ordinary. Þú náttúrulega fylgir mér ekkert í allir, sko. Nei, ég fylgdi þér ekki þar, sko. Svo veit ekki með hennan, baðaði mig kundaðinn. Varst þú með það? Ég man ekki eftir því. Summer is a hell of a season. Já, sko January þarna Raki og móði glukkum, það var þegar þú varst í fluttur. Hetjan á nesinu, hvað var það aftur? The Welding. Nú man ég ekki, en þú varst með þarna January eitthvað, hvað var það? Já, þetta er þarna Arnar af nesinu. Já, já. Ég var með besta. Þeir var verið að rugglast á þér og einhvern sem var að kenna strákum að raka sig á. Já, alveg rétt, já. Heyrði, mitt, en það er febrúar mánuður, þetta er okkar fyrsti þáttur í febrúar. Já. Og það er mánuður sem við hófum útsendingar á Pingjunni 2022 nálega tiltekið. Þannig að við erum farin að suða 3 ára afmæli. Hvað segirðu? Við erum að suða 3 ára afmæli í dag. Við erum enn í viðræðum við kirkju og safnaðarheimili. Já. Það er aldrei að vita. Herðu, erum við með hérna? Það er fyrir jarðarföruna, by the way. En erum við með kommentin í dag? Nei, næst. Það er næst, já, við tökum það bara í loka þættinum. Já, þeir sem vilja lesa inn. Þú reyndar klikkaðir hann á því. Já, ég skeit svakalega. Ef við ekki bara gera nýtt form á Dýbit og Pingjan eða? Nei. Kom ekki alveg eitthvað inn eða? Jú. Þetta var læst þarna heil lengi? Já, ég var með þetta læst þegar svona mest emojóin reiði yfir. Já. En farið bara inn í Dýbit og Pingjan og það er svona minningarorð sem hægt að skrifa sem var að lesa inn í allra síðasta þættinum. Og þetta er nú svona aðeins klúrara heldur en ég hafði gert ráð fyrir en það verður alltaf látið flakka í síðasta þættinum. Þannig að Herru, ég vil nefna hafið sem er búið að vera með okkur hérna örgulega, já, ég verða bara annað ár, 2 ár og það er hægt að fá, hvað er ekki hægt að fá álinn þar eða? Jú. Eins og Jómfrúnni? Já, ég reyndi að vita ekki, það getur þurft að þetta engi sprett á þann á. Já, nei, en það er fárálega góðu fiskur þar. Já. Plokkfiskur með bernes og osti, ég mæli með því, það er svona tiltölulega ný uppgötun á mínu heimili. Já, ég myndi nú bara fyrir bleikju með einhverju límonsmjöri. Svo er það sko, en plokkfiskur er alltaf þægilegur sko. Íslensk bleikja. Við þökkum hafinu kærlega fyrir samstarfið, mæli með luxusrúbrauðinu það líka og talandi Jómfrúna, það er náttúrulega... Þar er állinn. Þar er állinn, já. Alltaf in season. Það var hann Tóti sem að... Var ekki Tóti sem að... Jú, hann breykaði þetta. Þetta er eitthvað guilty pleasure hjá honum. Já, svakalegt dæmi maður. Já. En það er náttúrulega febrúar og janúar liðinn og það var náttúrulega skapaðist ný hefð á Jómfrúnni í janúar. Já. Það verið með nýjársfögnuðin. Já, strákarnir að hittast. Já. En ég held að það sé maður hefur... Og stelpunar. Já. Og hánarnir. Það var eitt hánborð þarna, heyrði. Já. Ekki? Jú, það. Hvað finnst þið það eitthvað óðurlegt? Nei, alls ekki. Strákarnir, stelpunar og hánarnir. Já, ég veit ekki. En sko, já, talandi persónufornum, við munum kannski komin á það eitthvað í dag. Það er búið að afnema þau. Já, við kannski kíkjum á þetta hérna, ég með frétti dagsins. Ég held að það verið Deloitte sem sendi bara út tölvupost. Já, það er ekki. Ertu að taka það fyrir það? Já, ég kíkja aðeins á það. Já. En Jómfrúin farið á pantið borð fyrir næstu jól. Það er aldrei of seint að gera það, sko. Nei. Maður er farin að heyra það út undan sér. Þökkum Jómfrúnni sömuleiðis kærlega fyrir samstarfið. Já, þátturinn í dag, það eru fréttir, þú ert vel vopnaður í dag. Heyrðist mér hérna, hún var ræða fyrir þátt.
Þú með nóg í dag, viltu kannski aðeins fara yfir? Þú ætlar að fara yfir Doge? Ég með Doge og Játfjallið og svo ég með Lombard lánalínur. Þú ert nú fyrir bankastarfsmaður, þannig ég þarf aðeins að heyri ég með það. Já, þannig að lánalínur hafa verið í fréttum tóldi núna nýlega, sko. Svo er ég að fara í tollaverkfræði. Þú ert nú verkfræðingur. Jú, þetta er svona tóldi, þetta er svona þema mitt í dag. Hvaða plastverkfræðigráðu varst þú aftur með? Herru, það hvað vera fjármálaverkfræði? Fjármálaverkfræðin, já. Ég er að tala við einn háskóla hér á landi, við ætlum að fara að kynna tollaverkfræði. Já, ég hef alltaf sagt þessi verkfræðingur á verkvitt, sko. Já, þú veist, ég get ekki... Þú getur gleymt í að ég geti stýrt einhvers konar byggingardæmi, sko. Eða svona bara framkvæmdum almennt, sko. Ég kann ekki, þú veist, ég get ekki skrúa saman IKEA húsgögn, sko. Nei, þú ert nú reyndar ekki eitt það, sko. Ég veit nú sitt hvað í fjármálum, sant? Já. En það verkfræði gráðan? Ekkert Lombard lánalínu, sant? Nei, Lombard, ég veit ekki hvað Var það eitthvað kent, eða? Nei, maður segja Lombard, hvað er þetta? Við erum að fara í Lombard lán. Já, við komumst að því hérna eftir. Það herðu upp, já, kannski bara til að kickstarta þessu, þessu föstudagskaffi, sko, ég ætla bara að leyfa mér að segja sala vikunar, eða sala mánaðarins, eða ég vil sala ársins, Mútup. Já. Það er selt. Það var greinilega falt, keypt af Skyggni, nýja móðurfélag Origo, og það kom frétt þetta. Og þú veist, þetta er hann Björn Brynjólfur og óskum honum að sjálfsögðu innilega til að hamingju með þetta. Já. Helviti klókur, hann er búinn að vera, hann er með Frama líka og er náttúrulega formað viðskiptaráðs. Já, eða framkvæmdastjóri sig, já, ekki formaður, já. Ég held að andra okkar í Ölgerðinni sé formaður. Já, er það ekki, myndi það ekki heita stjórnarformaður, eða? Já, er þetta sitt hvort? Já, er þetta bara eins og hjá ríkinu? Já, við erum með stjórnarformann, formann, framkvæmdastjóra, forstjóra og svo Gunnar Úlfarsson. Já, ég maður segja, formaður viðskiptaráðs, já. Þau voru með geggja þingi gæri mitt. Já. Og við letum ekki sjá okkur, því miður. Það var bóðið. Já, það mæðir mikið á pingjumönnum þessa dagana. Já, pingjan er að tæmast, orkustíðir í lágmarki. Já. Orkustíð barnana er í hámarki. Já. Herðu, já, ertu með einhvern nei, sko, málið er skúpa á okkur, hvað var hann að fá í vasa? Mér langar svo að vita auðvitað kaupverðið, sko, sem að var ekkert gefið upp hérna. Nei. En sko, Mútup, sko, þetta er í rauninni, þetta er mannauðskerfi sem að er bara svona B2B SaaS, þú veist, með sveitafélög, stærri, þú veist, ég held bara fyrirtæki svo sem af flestum stærðagráðum. Já. Velti 67 miljónum 2023, hagnaðast 30. Þetta er sko 45% hagnaðarhlutfall. Já. EBITDA 37. Og sko, nú velti maður því fyrir sér, svona software as a service, við höfum alveg verið að sjá 20x EBITDA á svona lausnum, sko. 20x? Já, þú veist. Var peiti á það? Ég manna það ekki. Nei, ekki heldur. En þú veist, svona slíkur hugbúnaður hefur alveg verið að fara á þú veist, duglegum markveldurum. Einhverstað fann ég upplýsingar bara sérstaklega Human Resources SaaS, sko. Já, ég ætla að reynda að segja sem minnst. Væri með kringu 15x EBITDA. Ég er náttúrulega hinum með borðið, ég er að kaupa þetta. Já, þú ert að kaupa þetta, já. Ég er náttúrulega hlutaði í Origo. Þú ert í Skyggni, já. Já, en áttu ekki í Skyggni núna? Jú, ég get eiginlega ekki tjáð mig þetta, ég geti verið talin innri og eitthvað svona. En ég myndi ekkert vera að tjáð þig. Þetta fáum hluthöfum eftir í raun. Ég og einhverju 300 aðrir. Hlustendur eru fættir að þekkja þá sögu. Já. En þau kallaði mig síðasta hluthafann í Origo. Já, sko, ef við förum bara inn á Kelduna og sem er náttúrulega samstagsaðili með okkur í afsendingunum. Ég finn hjá SaaS Capital að current run rate bara fyrir mánuði, EV2 revenue eða einhverjum revenue multiples, séu 6,77 síðastlega 6 mánuði. Þetta er eitthvað private SaaS Capital. Já. Ég meina, það er bara ekkert langt frá því að taka hvað varst þú að tala um? Nei, þú talar 20 EBITDA markvaldara. Ég held að það sé hærrafalli. Já, það er það, en maður hefur alveg verið að sjá svona software as a service. Já. Hugbúnaði verið að fara á þessu verði. Já. En sko, ég meina, ef við förum inn á Kelduna, þá erum við með samtalsvirði eiginfjár 330 með verðmati sem er byggt á EBITDA. Já. 330 miljónir.
og ég sé ekki betur samkvæmt öllum upplýsingum sem fyrir liggja að hérna Björn Brynjólfur sé 100% eigandi, þannig að hann virðist vera að kassa ágætlega inn á þessu. Já. Sem vel, við fögnum því, við Pyngjumenn óskum honum til hamingju með það. Þetta er náttúrulega ráð frumkvöðl. Já, Frami, hvað fyrir hann? Já, ég meina, hann er líka með hérna... Þetta er solopreneur í sjálfur sér. Já. Það var líka hérna eitthvað annað, hann var með hérna blaðberi.is. Já. Sem er svona eins og keldan nema engar auglýsingar. Já. Hefur skoðað það? Nei, hérna, er það ennþá í gangi það? Já, ég held að það sé nú... Já, þetta er fréttavita, já. Helviti low overhead. Þetta er bara svo kjarniti, þetta bara rúlar. Já, þetta bara rúlar. Þetta er heldur vel gert, talandi um solopreneurs, ég verð kannski kemur eitthvað inn á það hérna á eftir. Já. En sko, ég sé ekki betur en að þetta hafi bara verið svona þokkalega svona bootstrappað dæmi hjá honum sko, gerum tíðina. Já, ég held það. Þannig að hérna, já, við Pyngjan Óskar... Sko mannauðskerfi, ég held þetta sendi út reglulegar hérna kannanir bara á starfsfólk að mæla hérna hvernig er vinnunni? Já, þetta er og svo er svona dashboard, þú veist, ég er náttúrulega ekki notað þetta, við Pyngjumenn höfum ekki tekið þetta upp hérna innan Seðlabanka Kópavogs en hérna, en þetta er mjög flott, ég skoða þetta. En herðu, svo er það hérna já, kom í fréttirnar hérna Kristrún segir já við Evrópu við Pyngjumenn við segjum nei takk og sko það sem að mér svona langar að velta ég bara svona velti fyrir mér hvað er það, því að nú hef ég náttúrulega reglulega talað um Evrópu hérna í þessum þætti, sennilega alveg bara frá byrjun 2022 sem einhvers konar bara útrunna vöru. Hvað er það sem þau sjá við Evrópu á þessum tímapunkti? Þetta er náttúrulega ekkert auðvitað nema regluverkið eitt út í það óendanlega. Ég held að það ekki hugmyndu það sjálf sko. Nei, svo ertu með, þú veist, það er, hvernig sjáðu þetta ekki? Sko, svo er náttúrulega lítill sem engin hagvöxtur. Við erum með 0,9% sko hagvöxt á síðast ári. Hann er væntanlega nánast allur byggður á innfluttu vinnuafli. Bandaríkin og Kína er náttúrulega að skilja Evrópu eftir í reik. Já. Bara fyrir að varða nýja tækni og allan anskota. Og fólksfjölgun náttúrulega stafar, kannski ekki eingöngu að vaxandi fjölda innflytjenda en hérna að miklu leyti, hvort sem eru löglegir eða ólöglegir. Og svo eru bara fleiri málefni í þessu. Maður velti því fyrir sér hvað vakir fyrir þeim. Hvað er það svona frábært sem þau sjá við Evrópu? Jú, það er hægt að velta því fyrir sér hvort það sé ekki hægt að hafa einhvers konar stöðugra efnahagsástand. Framselja fullveldið, þá þurfum við að gera minna en við gerum það. Geta bara bent í Brussel. Það er heldur gott. Á bjúrókratana? Já. Við erum bara hérna á launum. Það var tekin ákvörðin í Brussel. Nei, þetta er galið. Mér finnst það lítið spennandi, en það er svona ógæðilegt að hafa fólk við stjórnvölinn sem að endi þjóðun á móti þessu. Þetta er sem verið að hafna 2027. Er það sant? Já. Hvað sem þetta eftir 2 ár? En sko málið er að það er bara, þú veist, fólk hlustar á þessi rök með lægri vexti og stöður í krónu, stöður í gjaldmiðil og þetta. Og ég skil það alveg, þú veist, krónan, þetta er náttúrulega ákveðið ófremdar ástand sem að vill oft verða hérna með þessa krónu. En það er bara svo margt annað sem við erum að skrifa undir hérna, þú veist, með þetta Evrópusamband. Sko, það er allt í rjúkandi rúst, en sko, það lítur samt út fyrir. Já, allir sem hafa lesið Íslendingasögurnar hérna, íslensku, þeir vita að við hefum ekki að ganga inn í brennandi hús. Það er bara það sem að... Við heyrum nú það bara í brennunjálsugu. Það er bara það sem að mun kikka inn þegar hólminn er komið. Ætlum við að ganga inn í brennandi hús? Hvað var það aftur? Var það ekki misutunnur eða eitthvað sem var eina sem bjargaði? Jú, var það ekki? Er það ekki? Var ekki menn sem földu sig í því? Myndlíkingin, að pólitíkusarnir munu bara fela sig í einhverjum misutunnum inn í brennandi húsum meðan aðri detta niður og deyja. Skal ekki segja. Herðu, en þú veist, það er einhverju leyti eins og ég nú nefndi síðast hérna, einhverju Evrópulandi er að vakna. Svo er þetta líka með þetta, hérna, þessar kolefniseiningar og þetta rugl sko í kringum Carbfix tæknina þarna. Já, þú er komin þangað. Nei, við sáum það í Bretlandi, þau eru vissulega ekki í Evrópusambandinu sko, en þau eru farin að skrúfa á það að því virðist. Er það eitthvað nýtt? Já, það eru sko ríki eru náttúrulega í stórum stíl að
betta á þessa tækni að hún verði til þess að við náum þessu loftslagsmarkmiði þarna fyrir 2030. Já, sem verður aldrei. Já, ef sko, þú veist, ef þessi tækni nær markmiði sínu þá já, en það er svona farið að líta út fyrir að þjóður sé að henda pening í eitthvað sem að bara mun ekkit virka. Það eru raddir með og það eru raddir á móti en við segjum nei, við Pingjumenn segjum nei við Evrópu að svo stöddu. Herðu, var ekki einmitt frétt bara í vikunni, var ekki Orku utan að henda einhverju, var ekki verið að samþykkja lána aðra 5 milljarða inn í. Jó, það var verið að hækka lánalínu og til Carpfix upp í 5 milljarða. Þetta Carpfix lína. Það gengur út að vera bara með einokunarfyrirtæki eða Oljupoly, fákeppnisfyrirtæki eins og Veitur og þetta ég eigu bæjarbúa að dæli sér penning niðurgreiða. Ég ætla að fara bara strax í Lombard lánalínu. Þetta gæti ekki verið betra intro. Hvað er með það? Sko, þú varst einu sem vinn í banka. Jú. Þekkirðu Lombard lánalínur? Er þetta bara eitthvað? Ég er búin að segja það, nei. Nei, þú þekkir þetta ekki. Sko, nú ætla ég að taka Lombard lánalínur á mannamáli fyrir auðmenn með vaxtakvíða. Þetta eru auðmannslínur. Sko, þetta eru basically lán sem þú gefur, sem þú færð með veði í þínum fjárfestingum. Ok. Já, bara, er það ekki bara eins og ef þú kaupir íbúð hérna, þú veist, þú gefur út skuldabréf, það er ekki Lombard. Það er ekki Lombard. Sko, þú ert í raunin að sækja fjármagn á þess að selja undirliggjandi eign. Og sagan segir að þetta megir ekki allt aftur til Lombard í Kaupmannana frá norður Ítalíu. Já, er þetta ekki ítalskt? Jú, bara 14. og 15. öld sem eru svona eiginlega feður bankakerfisins. Debit og kredit. Nú man ég hvar ég heyrði þetta Lombard. Þetta eru fjölskyldurnar sem að ég las bók sem heitir Saga peningana, held ég að hún heiti. Mjög góð bók. Eftir Björn Berg? Nei. Björn Brynjólfur, eitthvað svona hybrid þeirra á milli. Ég man ekki alveg nákvæmlega hvað hún hét. Saga peningana, eða eitthvað svona álíka. Já, sko, þetta eru svona eiginlegir feður og maður bankakerfisins eins og við þekkjum það og svona, með minnir að fyrsta skrifu sem þeir taka er bara kerfisbundin upplýsingaöflun. Það er að segja að þeir fara að bera saman bækur. Heyrðu hérna, Addin er að sækja mig yfirdrátt hjá mér. Já, hann er alveg bara gíraður upp í rjáur hérna hjá mér. Við erum með kveitiakurinn hans alveg 5-falt gíraðan. Ok, þá lánum við honum ekki. Þetta er svona samtal. Já, en þeir voru líka frumkvölar í þessu Lombard í lánalínum og þetta var Tuscany og fleiri héruð þarna. Í dag eru síðan held ég milli bankakjör milli banka, oft kölluðu Lombardi rates út af því að þeir voru að bera saman. Já, þú veist bara millibankavextir. Já, en sko, hvað er svona næs við Lombard í lánalínunar? Já, segðu þú mér, og sko, það ber að taka fram að það er talað bara þetta sé eitthvað sem stendur til boða fyrir það ultra wealthy. Þetta er eiginlega bara 0,1% af 1% gengur í þetta. Við erum að tala um múskarana og svona menn. Og í grunninn er það að þau eru að gefa veð í undirliggjandi eignum bara eins og bréfin í Tesla eða annað fá lán frá bankanum persónulega til að haga sínu lífi eins og þau vilja en er að veðsetja fjárfestingareignir á móti. Ég er endur ekki ég hef ekki heyrt þetta Lombardi í sko tengslu við það en þetta er náttúrulega mjög vinsæl leið hjá auðfólki. Já, og sko þetta er í rauninni að lifa bara á lánsfé, skilur við. Þetta er þannig og það er næsti punktur sko, segjum bara og eigir milljarð í Tesla gegnum félag eða persónulega að enga eignastýringafyrirtæki og aðrir svona meistarar í Sviss og einhverjum hulduhotnum sem eru svona private credit þeir segja bara ekkert mál, við lánuðu bara 20, 30, 40% af þessu eins og þú þarft til að bara lifa þínu lífi persónulega og við tökum við í Tesla eignunum þannig að þú ert að taka inn á því lán og greiðir að því bara vaxtagjöld og annað sem að eru síðan mjög sveigjanleg lán upp á það að þú getur gert þetta kúluláni sem segir bara ég ætla bara að borga þetta þér í deg þannig að þegar þú deyrð að þá banka upp á Lombardi lánalínumenn og segja heyrðu hann skulda okkur þetta höfustól svo eru vextirna þessu þessir og nú þurfum þið bara að selja bréf fyrir þessu eða við innheimtu eða hvað það er. Þannig að þetta er gífurleg, það sem er stóri kosturinn fyrir the ultra wealthy, skattafríðindi.
Því að þeir þurfu ekki í rauninni að selja neinn bréf til að fjármagna lífstílinn sinn á móti og því að þeir eru bara að taka það að láni. Og þetta það sem gerir fólki kleift að lifa bara skattfrjálsu lífi. Í rauninni, þú auðvitað borgar vexti sem samt safnast upp, þú veist, með kúluláni, þú þarft ekki endilega að vera borgað í... Getur verið að endurfjármagna ár eftir ár einhverja kúlu eða hvern sem er. En þú veist, aftur á móti, að þú hugsar það hvað borgar í skatt, kannski 20%, þannig að borgar kannski vexti upp á 6%, skilur við. Þannig að þarna ertu að hagnast í rauninni 14% kannski þarna á milli. Já, það eru þínir útreikningar. Ég treysti þeim bara. 14% púntar. En sko, skattafríðindin í rauninni þessi að þú ert að ná að veðsetja eignir á þess að þurfa að selja, þú ert strax að fá peninginn á bóki á þér og svo á móti ertu að búa til vaxtakostnaði á fleira sem örugglega vegur á móti söluhagnaði og öðru. Já, ég að segja, segjum þú $1 million í bréfum. Þá ertu í rauninni, sko, þú ert ekki skattlagður nema þú seljir það. En í staðinn getur þú tekið lán fyrir $1 million með veði í þessum $1 million og þú veist, og borgar bara vexti af því sem 5% eða eitthvað svo leið, sko. Þannig að þetta að ég held að þetta sé ekkert í boði eitthvað fyrir það ultra-rich, sko. Ég held alveg að það séu Íslendingar, heldur að Heiðar sem að ganga svona Lombardi? Ég fekk ekki að setja puttana í þetta í bankanum, sko, en það kemur ekkert óvart ef að menn fá veð í bréfum. Það eru Lombardi lán á Íslandi, þú ert að slá því frá. Já, ég meina, þú veist, menn hafa verið að fá veð í, sko, bara ískápum og ofnum, sko, hérna á Íslandi, þú veist. Lombardi bara í fjárfestingareignum. Já, ég veit það, en ég að segja af hverju ekki, þú veist, Býttu, hvað er með dæmi? Er einhver auðmaður að veðsetja í það er alveg dæmi það að veitingastæðir, skilurðu, að það tekið veð bara í öllum búnaði á veitingastæðinum. Já, sem að gagnast persónulega eigandanum þá? Nei, nú ég bara að tala hvernig lán eru veitt, skilurðu. Já, bara almenna veðsetningu. Almennt, já, og þá velti ég fyrir mér, væri ekki, þú veist, ef þú ættir bréf bara í skel, skilurðu, væri það ekki bara fínasta væri það ekki miklu betra veð heldur en einhvern búnaður? Jú, klálega. Sem að þú gætir svo selt kannski með 40% virði eða eitthvað. Jú, klálega. Já, það kemur ekkert óvart ef þetta væri gert inn á Íslandi, ég bara þekki það ekki, sko. Já, Jón Ásgeir sé að veðsetja einhverja ískápaðinn í skel og fljúi svo í engaþóttu til Belgíu. Ég skal ekki segja, en þetta er áhugavert fyrirbæri og ég held að mjög margir bara viti ekki af þessu, sko. Ástæðan fyrir að þetta koma á yfirborðinu núna er að þetta hefur vist verið stundað svolítið svona á gráa svæðinu undanfarin ár og núna eru skattayfirvöld víða svona farin að gefa þessu gaum hvort að þú veist, fólk sé að ná að hagnast á þessa kostnaðarskattkerfisins eða hvað það er. Annað það voru 2 punktar að flexible, þú veist, þetta er ekki bara þú finnur þetta ekki í verðskrá Íslandsbanka þeir séu með Lombardi lánalínu. Þú veist, þetta er bara alltaf umsemjanlegt. Talað um þetta séu mjög flexible terms og einmitt sko stærstu skattafríðindin eru fyrir þá sem ná að lifa bara basically á þess að borga nokkuð tíma tilbaka svo þegar þú drepst að þá kikkar inn þá taka þér veð í bréfunum sem að eru kannski búin að tífaldast í verði síðan. Þú veist, þú tókst lánið og þar að leiðandi en þetta var Lombardi lánin. En þetta er sko Elon Musk náttúrulega hann tekur sko lán fyrir X, fyrir Twitter með veði í Tesla. Já, akkurat. Og en þá er í rauninni fjármagna eign, skilur, en ekki lífstíl. Já, það er til fjárfestinga. Þetta er í rauninni þú veist, eins og þarna. Þetta eru lífstílslánalínur. Basically, sko, sem eru skattafríðandi fyrir eigenduna persónlega. Ekki endilega eins og þú sé að taka lán í bréfum til þess að fjárfesta í öðru. En það var einn kostur af þessu no margin calls. Já, no margin calls. Svo gerir fólk að segja. Ég er ánægður að komast með þetta. Þetta er skemmtilegt. Lombardi? Er þetta ekki bara markmiðið einn daginn að fá Lombardi lánalínu? Jú, ég er að hugsa að heyra bara í Big Income Polly, hvort þið getur veðsett í nýskapinn og... Polly? Já. Big Income Polly. Já, off-menu Polly eins og ég kannan. Hann er rosalegur þegar hann velur vínin. Já. Heyrðu, ætla þú, varstu með móla eða eru að fara bara beint í tollaverkfræði eða játfjalli? Ég er með nóga mólum hérna og þú veist kannski í framhaldi að við langar að það er engin tímasetning á okkur það? Nei, ég sjálfur sér ekki. Við langar að komin á félag lykilmanna. Já, takk. Það hefur verið sko hávær orðrómur það að ég standi utan stéttarfélags. Það er bara ekki rétt. Nei. Það er félag lykilmanna sem á hugminn allan þessa dagana og
ég fær ykkur þær fréttir að ég ekki að borga gleru fyrir neitt. Nei, þú stendur utan gerfistéttafélag, þú ger ekki fyrir þín launakjör. Já, nokkulega. Félag lykilmanna stendur bara með þér og þínu sjúkrasjóð og fjölskyldu. Ég borga bara 0,05% af launatekjum mínum á mánuði í þennan sjóð, sjálfsögðu mótframla líka, ég er minn eigin herra, þannig að þetta greiði maður svona aðeins herra, en fyrir það fæ ég allar mögulegar bætur eða tryggingar, segi sem að launþegi þarf, þannig að ef þið eru sjálfstætt starfandi eða standið utan stéttarfélags þá er félag leikirmanna ykkar leið. Ég get ekki mælt meira með þessu. Þökkum þeim fyrir samstarfið og ég vil sömuleiðis koma inn á einhverju heimaform. Já. Það er nú eitthvað sem að þú er búin að vera þú er búin að vera duglegur að stunda æfingar heima núna. Já, það er bara kviður og dínan uppir fram á sjónvarpið. Já. Svo er það þrekhjólin, já. BT30, 5 og 9 á mánuði. Já, ertu í BT30? Já, svitna vel. Já. Ég var að hugsa að fara í BT40. Já. Erni sagði, þú ræður ekki við það. Nei. Það er bara, ég mæli með að byrja í BT30. Já. En þrekhjól, 5 og 9 á mánuði, góður í fórum. Þetta er algjörð takk, sko. Já. Bara í guðanabænum, farið inn á heimaform.is, skoðið úrvalið, það er allt frá bara lóðum og upp í þrekhjól og hlaupabretti og... Líka að þú ert í Monkey Class í Smáralind, það sem ekkert virkar, potturinn er ekki búin að vera í lagi síðan nóvember. Þá getur allt þess bara verið á þrekhjólinu heima hjá þér og farið í heitan potti eða bað, sko. Ekki spurning. Já, við kölluðum það gánagandir Monkey Class stöðun sem við erum í Smáralindinni. Þannig að heimaform er bara stíg inn á hárréttum tíma. Það er reynda þín orð en þetta er... Já, ég heyrði þetta nú reynda fyrst frá þér, þannig að... Nei, það er ekki með þetta. Herðu, við erum þungir á heimaform, þökkum þeim fyrir samstarfið. En já, ég er nú með fleira svona talandi einmitt því ég nefndi Elon Musk, hann hefur nú borðað á góma reglulega í okkar þáttum en hann gerir tilboð í OpenAI. Já, ég sá það. Var þetta ekki eitthvað? Bara yfirtöku tilboð upp á $97,4 milljarða. Hann ásamt hópi fjárfesta svo það komið fram, sko. Og þetta er, sko, rúmlega þreföld landsframleiðsla Íslands. Já. Þetta tilboð. Já. Og eins og þekkt er orðið náttúrulega þá stofnar Musk OpenAI, sko. Maður hélt að Neuralink og Tesla og SpaceX og þetta X það hafi ekki verið nóg, sko. Nei, hann alltaf stofnaði ekki X en hann stofnar OpenAI með Sam Altman á sín tíma, sko. 2015 gott ef ekki. Já. Og þá var náttúrulega búið að lofa að þetta er einhvers konar svona open source óhagnaðardrifið fyrirtæki og svo náttúrulega fellur Elon Musk þarna frá því að Sam Altman var komin á þá línu að bara fara að græða á þessu. En maður veldi því samt fyrir sér, sko, þú býður $97 milljarða í þetta fyrirtæki, ætlar ekki að hafa hagnaðardrifið, hver er tilgangurinn? Og það er væntanlega einhvers konar samtvinning þá við bara allt sem hann er að gera. Já. Tesla, Neuralink, hann náttúrulega er með gervigreind sem heitir XAI og það var talað að það myndi sameinast. Ertu inn á X? Ég keypti bara aðgang. Ég er ekki með premium. Ég er paying customer. Það er eitt geðveikt. Þetta er alltaf hann lífið það? Já, ekki þannig, en hann er fann að samþætta hvað er að gera? Hann er með grog. Já, hann er fann að samþætta inn í Twitter. Já. Hann er ofta ef maður sér einhverja dellu þá byrtist alltaf undir í spurning. Já, það geta allir notað þetta. Já, ég get séð bara almenningu líka. Já, bara svona almenn svona fake news ritskoðun. Valdefling fyrir alla að fá aðgang á þessu. Já, ég meina, þú veist, hann er að gera vel en sko það sem að merki, þú veist annað, það kom með. Það merkilega við þessa frétt er annað samt að Sam Altman fer á Twitter, á X, þegar hann fær þetta tilboð og skrifar no thank you but we will buy Twitter for 9.74 billion if you want. Þannig að það er konið stælar í hann, sko. Já. Hann hafnar þarna nokkuð augljóslega þessum $97,4 milljörðum en býðist til að kaupa X á 9,74 milljarða. Já. Ef það er eitthvað sem býr í honum þá er það hundur. Hann er hundakall, sko. Ég kann ekkit alltaf mikið að meta hann, veist þessi Sam Altman eitthvað furðulegur, sko. Er þetta Scam Altman? Scam Altman, já. Ég veit ekki, en það verður fróðlegt að fylgjast með þessu því að ég held að Elon Musk og þessir ágætu fjárfestar sem eru með honum sé ekki að fara að gefast upp, sko.
En sko síðasta fjárfestingaránd til OpenAI var sko $150 milljarðar. Það að segja virði félagsins. Þannig að hérna, þeir eru að undirskjóta þarna. Sorry, bara hérna algjörlega out of the... Þeir eru byrjað að tala Carbfix á hann. Hefur þú flett þeim upp á... Ásækninga... Já, sko, eignarhaldsfélagi Carbfix OHF sem síðan búið að vera í einhverjum fléttum hérna held ég að selja dótturfélaginu Carbfix HF. Já, þú með eignarhaldsfélag og svo ertu með Carbfix HF. 2023, tekjur af ráðgjafaþjónustu, niðurdæling og skattaívilnun. Þetta í evrum, þetta ekki 2,4 milljón evra. Tekjur af þróunarverkefni 3 ár, rekstrartekjur samtals 5,5 milljón evra, síns mér. Hvað er það, 700-800 miljonir? Rekstrarkostnaðurinn hins vegar. Ívið herri, neikvæð EBITDA 2,2. Rekstrarhagnaður neikvæður. Ætlum við ekki flett upp hérna. Þetta er tapið på 2,2 miljónir evra. Já, hann er svo sem ekkert svakalegt. Hvað var það með þessar 16 miljardar sem við fengum frá Evrópusambandinu? Var það 2024 eða ekki? Já, ég maður það ekki. Nei, ég þekki ekki. 33 manns á launum og laun og hlunnindi 311.000 eurur. Já, þetta er skemmtilegt. Þau eru að borga hlunnindi, það er vel. Já, það er alveg góð laun. Það er reyndar sko eiginlega umfjöllun sem ég hefði alltaf takið í dag. Djöfull, ég glemdi því. Með íþróttafélögin, það er alltaf verið að vittlust þarna í kringu það. Nú á að fara að setja alla launaskrá og menn eru brjálaðir. Heyrðu, það á að gangsetja nýja loftrensistöð árið 2025. Djöfull lifum við góðu lífi maður. Það er bara verið að fara að hreinsa lofti í kringum okkur. Það á að fanga 34.000 tonn af hérna karbon árlega, CO2. Sér það sko. Vá, ég ætla bara að fara hérna svakalegt magn. Ég sleppu umferð alla mótna. Ég er að fara bara að strauja beintnir í Borgatún og tilbaka í bara verstu mengunni og bara vita að það er verið að farga. Þú getur kert áhyggjulausum götur Reykjavíkur. Heyrðu, aðeins Muskaran. Múskari? Já, Doge. Já, ætlum við að tengja hann í þetta. Já, góð tengingar í það. Já, gott, þetta er mjög gott. Þetta er bara eins og, hérna, ég veit það ekki. Eins og rúsínur í súrmjólk. Bara eins og kryddbíustjórnin. Bara góð tenging. Herðu, já, ef að koma inn á það eftir. Það er ótrúlega vel heppna, svona ótrúlega almannatengsla að, hérna, þú sést með versta brauð sem nokkuð tímann er bakað á Íslandi, kryddbrauð, bananabrauð 10 sinnum betra. Akkur heita það ekki bara bananastjórnin fyrir það bananastjórnræði sem er að koma í borgina. En tengið sér kryddpíónum. Menn óttast ýmislegt þarna í þessu samstarfi og hérna, ég held að sko þú ert nú svona með frétt hérna svona fyrir media specialist gegnum áttuna. Hversu mikið bara svona ippon er þetta á alla umfjöllun að vera kryddpíustjórnin? Hvað þýðir ippon? Það er judo, þegar hún er að skella bakið og bara slátra. Já, er það almenn vitneskja? Ippon? Já, það er þegar hún er einhverju niður. Hversu mikið ippon er, hvað segirðu þá? Bara á alla umræðu annað, bara það er búið að núllstilla umræðina. Kryddpíustjórnin er komin til að... Ég bara upplifði þetta nú þannig að sko, það er engin eftirspurn eftir þessu. Nei. Það er lítil sem engin. Já, það er þín orð. En samt er þetta að gerast. Og hérna, ég skal ekki segja, en það sem ég veist áhugavert í þessu er að á sama tíma lesi hérna í fjölmiðlum að Dóra Djók, pírati, sé brautryðjandi íslenskri pólitík. En maður velti því fyrir sér sko hvort að jafnréttinu sé ekki endanlega náð fram núna þegar að sko þú með 5 konur í stjórnarmyndaviðræðum í borginni. Jú, þetta er það sem við kallum jafnrétti. 3 á landsvísu, sem er ríkisstjórninni. Þú með forseta sem er kona, þú með yfirgnæfandi meirihluta bæjarstjóra hérna á höfuðborgarsvæðinu sem eru hérna sem eru konur, þú með biskup sem er kona, þú með hérna er ekki hérna lögreglustjóri og þú veist þetta er bara öll embætti eru konur og þá velti mig að fyrir sér hvort þetta sé ekki bara komið. Nei. Bravo, ef ekki að slúta þessu jafnréttis hérna laun, nei hvað heit þetta hérna? Hvað með þetta? Þú ert með orðið. Jafnlaunavottun? Já, jafnlaunavottuna. Hún fyrst fyrir að skipta máli núna. Já, ég skal ekki segja. En, þú veist, þetta er bara, við sjáum hvað setur í þessum málum. Já, náðanspöldi, Doge. Heyrðu, ég þarf að bara að fá mér eitthvað te. Mælirðu með einhverju? Nei, ég hérna... Ég er bara mati. Heyrðu, þetta er komið. Ég mæli með einu, ég segi þér á eftir. Doge, með Muskaran í farablóti. Þau eru búin að vera tröllur í það, feitum hesti. Það má eiginlega segja það. Og það farið mikinn og þá helst bara með að byrja að upplýsa hvað peningar
ameríska skattgreiðenda hafa verið að fara í ganga þarna inn í hvert ráðuneytið, ekki ráðuneytið, hverja stofnun eiginlega á fætur annari og eru bara að slátra samningum upp á það sem þeir telja vera vitleysu þegar að Trump, ég held að segja bara fyrsta degi hérna, sem í Hvíta húsinu sem að gefur út tilskipunum að náttúrulega frista alla svona erlenda þróunaraðstoð eða bara fjárútlát út fyrir Bandaríkin í 90 daga og áhugaverðið að þeir ákveða að fylgjast með hvaða stofnun gekk lengst eftir að berjast gegn því og það í rauninni þannig segir sagan að þeir hafi beint augunum að USAID út af því að þau bara gerði allt sem þau gátu til að berjast gegn því að megi ekki lengur dæla pening út fyrir landstefnuna. Voru það þau sem voru að senda smokka til Hamas? Já, það reynda búið að leiðrétta það. Þetta voru $50 million til held í Mósambík eða Malaví eða eitthvað. Okay. Þannig að það voru fake news? Já, eða svo var einfallega bara bent að það skiptir engu máli til hvaða landið það af hverju eru við að fjármagna smokkakaup til allra þessar staða fyrir hvað, tæpa 7 milljarða eða eitthvað en sko, frægastæmi semst þessi stofnun USAID og það fyndna og þeir hendi svo öll á Twitter að þeir ákvaða að fara þarna inn helgi því að þeir vissi að engin ríkisstarfsmaður á svæðinu og þar að leiðandi getur unnið fyrir því og bara loka stofnunni og það var það sem gerðist en svo núna í vikunni, smá útúr þá hendir Trump því fram að það sé sem sagt kapp á hvað hægt að reka marga ríkisstarfsmenn og að mér skilst í rauninni bara allt stjórnkerfi í Bandaríkjunum kappað í 10.000 umsóknum á mánuði það ekki hægt að reka fleiri en 10.000 í mánuði og þá kemur í ljós að öll skjalavarsla bandaríska ríkisins og laun og fleira eru geymd í skjalavörslunni í fjalli í Bandaríkjunum sem er í eigu fyrirtækis að nafni Iron Mountain og smá útúrdúr fjallið þetta fyrirtæki skráð á markað þú getur googlað Iron Mountain Stock stofnaði Herman Knaust sem var atorkusamur svepparæktandi og seljandi upp úr 1930 og hann sem sagt á fleygiferð með að rækta sveppi kaupir gamla járnnámu inn í fjalli 1936 til þess að bara rækta sína sveppi 20 árum síðar Sæmilega hækkun sem við verið bara frá COVID á þessum hlutabrjöfum. Já, þetta með 95% af öllum Fortune 500 í Bandaríkjunum og held ég bara eiginlega skjalavarsla fyrir flest öll leyndamál og fleira upp úr 1950 þá hrynur hans markaður í svepparækt og sölu og hann situr uppi með tóma námu á þessu tíma hins vegar kaldastríð komið á fullt og hann sér tækifæri í þessum ótta við kjarnorkuárásir og annars konar árásir að hann að semja við banka og ríkisstofnanir að hann fara að geyma þeirra mikilvægastu skjöl inn í námunni fyrsti kúnni var það sniðu samt bara svona herru, ok, ég sitt eftir með þessa eign það engin rekstur sem að virkar enda núna hvað get ég gert? Herru, ég get fara að geyma skjöl það get að fara að kvikna í þessu fjalli sko. Og fyrsti kúnni var banki sem tók afrit af öllum mikilvægastu lánaskjölum og setti í varðveislu í fjallinu svo bara síðastliðin 50-60 ár hefur fyrirtæki bara vaxið í þessum geira og kannski síðustu 15 hafa verið í yfirtökum á sem sagt svona rafrænni skjalavörslu en core business ennþá að fólk og fyrirtæki að fara með pappira þarna kemur í ljós að Elon Musk og Doge að skoða hverja alltaf að fara að reka og lendi því og henda fram að það ekki hægt að reka fleiri en 10.000 á mánuði í Bandaríkjunum út af því að öll skjöl þurfa að fara í gegnum þetta fjall bara með launaupplýsingar og örugglega starfskjör og fleira þannig að afköstin, hámas afköst á því að taka upplýsingar starfsmenn úr fjallinu 10.000 á mánuði þannig að þeir get ekki prósessa meira heldur en 10.000 Hvað það þá bara reglur á vegum fyrirtækisins? Nei, það bara, þeir eru bara með ákveði marga liftara og forklift og starfsmenn og þeir bara ann ekki meira heldur en 10.000 sem þá kappið á það hvað Elon Musk og fleiri og þá kemur í ljós að 2021 var farið í það að reyna að rafræna alla opinbera stjórnsýslu eitt í það yfir $100 milljónum og gefist upp þannig að þeir eittu yfir 10 milljörðum í að reyna að rafa þetta áður en að tekið bara ákvörðun heyrðu, við erum bara ekkert að fara með þetta á pappír og þarna situr þetta inn í átfjallinu
svo komum við aftur að Doge, svona smá útúr Játfjallið og þú getur fara á YouTube, skemmtilega myndir hana Iron Mountain. Hvað þú veist, nú átti ég með enga veginn á því hvernig þetta lítur út sko. Þetta svolítið svo eftir landsvíkina kallega, hefur komið inn í Káranhjúka. Já, er þetta bara svona stálingangur einhver Já, ég veit ekki hvort það stál, en það er svona steipufóðrað, bara göng, steipuhúðað og svo bara keyrir. Já, ég sé þetta hérna. Þetta er bara gömul járnnáma, 100 ára gömul, sem er bara í skjalavörslu. En ef við skoðum síðan síðustu viku, fyndi hvernig lamestream media að slá þessu upp, að þau eru að halda því fram að þetta er bara genuinely bara ingangur inn í fjall. Já, þetta er bara eins og þú sett komin í Hobbitan sko. Já, og svo er bara Greifoldbankin í Hogwarts. Já. Svolítið svipa, svona, við erum þar. Fyrir eftir hvort Potter eða það er svona rússíbanar út allt annað. En lamestream media er alveg á afturfótunum með að sé búið að loka þessi stofnun. Og er hvað, það vill enginn sjá HIV í Afríku eða malaríu og fleira dreifast út aftur. En ef það væri staðan, af hverju er þá verið að borga sá einhvers staðar, tæplega 10 milljónir í eitthvað leikhús transfólk í Serbíu. Svo eru stjórnmálamenn frá Ungverlandi, Kólumbíu, El Salvador og fleiri ríkjum farin að spurja út í það af hverju stjórnmálasamtök og fjölmiðlar í þeirra löndum hafa verið að fá pening frá USA til þess að halda uppi bara áróðri og stjórnarandstöðu. Þannig að það er að koma í ljós ýmis konar bull sem að búið að reyða peningum í. Þar sé að það er ekkert sem það hefur ekkert með hjálpar starfsemi að gera. Og sennilegast eru þessi smokkar örgulega besta dæmi það hvað þetta átt að vera að gera. Að sportna gegn HIV og fleiru. En svo er fólk líka bara að fara að spyrja sig af hverju ósköpunum á einhver ríkisstofnum og Bandaríkjanna að vera standið því. Já, 2026. Já, en Bandaríkjarnir hafa nú samt alltaf haft svona tendens til að vera með puttana í öllu. Já. Svona bara allan heim, sko. Og er ekki bara komið tíma á að þau kúpli það aðeins tilbaka? Já, þú veist, svona í alvörinni, sko, ef einhver ætlar að vera eitthvað, nei, þau eiga að gera þetta, þú veist, af hverju? Af hverju þurfa þau að vera, af hverju þurfa Bandaríkin að vera standa alltaf í þessu? Ef þið svarið þeirri spurningu, þá skal ég hlusta, en það eitt af lokum, USAID, þetta eru 40 milljarðar, 40 B á ári af skattfé sem er að fara í foreign aid. Það er dágóðu peningur. Það er meira en landsframleiðsla Íslands. Já, á fyrstu 80 klukkustundum náðu þeir að cancela samningum upp á $420 million og með því að setja bara fókusin á því að eyða day samningum, diversity, equity, inclusion sem er svona inngjaldingaruglið sem er basically bara að koma til Íslands í dag og því sem snýra fasteignum. Þar séur vissu bara að þeir væri með leigusamninga á fasteignum með öðru sem var ekki í notkun og svo er búið að koma í ljós þetta voru $45 million meðal annars til einhverja gæluverkefna í Burma sem tengdust deg $520 million fyrir ráðgjafa í ESG fjárfestingum í Afríku. $520 million fyrir ráðgjöf í Afríku ESG fjárfestingar og svo ýmislegt annað en þetta er mitt áhugaverð, sko, NGO, Non-Government Organizations sem eru síðan bara 90% fjármagnaðar af ríkinu government. Þannig að þetta er búið áhugavert og eiginlega dæmi bara svona alvöru leiðtogahefni að þau vissu nákvæmlega hvað það ætla að gera. Þau eru búin að vera núna tæpan mánuð á milljón og hvað sjáum við á fyrstu viku hjá okkar ríkisstjórn? Ekkert. Það er kallað eftir hugmyndum frá almenning og þau veit ekki hvað það ætla að gera. Sem er náttúrulega svona í anda þess sem að Bandaríkin voru að gera, sko? Nei, Bandaríkin voru ekki að spurja neitt. Þau fóru bara að stað. Var það ekki, opnuðu þau ekki svona gátt ábendingar? Nei, þú veist, þeir voru bara búin að undirbúa sig, mætt á fyrsta degi, fóru inn og eins og ég segi, á fyrstu 80 klukkustundum fóru að vinna. Búið að cancela upp á 420. Hvað er búið að spara mikið í rektur ríkisins hérna síðastliðinn mánuð? Já, það er góð spurning. Ég þekki ekki töluna en ég myndi ekki skjóta á háa. Ég held að vera öfugt. Við erum með það að bíða til tillögu. Þannig að það er áhugavert. Hlaupiverkin eða láta ekkert gerast og bíða hvað kemur, þú veist. Já, nei, ekki. Takk fyrir þessum umfyllun. Á ég að segja frá Lombard lánalínu. Herru, ég vil komin á Payday svona til að loka þessu. Það var náttúrulega komin í uppfærsla núna í janúar. Núna er hægt að bóka útgjöld í erlendri mynt. Þannig að sem er mjög gott. Það eru einhverjir náttúrulega sem er að grúska í því.
og sko, svo náttúrulega flugum við þarna yfir 6.000 bara, ég held að við höfum meira að verið komnir yfir það þegar þátturinn fór í lofti þegar þátturinn droppaði. Það eru 6.000 fyrirtæki. Varst þú ekki búin að tala um einhverja kampáinsflösku tilefna því? Nei, það er 7.000. Það er 7.000, já. Við skulum sjá hvort við náum því. Ég er að hugsa um að taka hana bara í gufunni með Bjössa. Já, eða ekki? Bara við tveir, eina kelda. Hún verður fljóta að hitna, það er mikið móða. En annað, veistu hver er nýjasti kunnahópurinn sem er að herja á PT? Nei. Það er íþróttafélag og íþróttamenn. Gífulegt hagræði fyrir verktaka að vera að senda reikninga og fyrir íþróttafélag sem eru núna í óðaðin að undirbúa sig að fara að borga laun og annað. Að vera bara með þetta allt í gegnum PT. Já, ekki spurning og ég held bara launakeislan en núna, það sem er að gerast náttúrulega núna er að fólk er að fara, það er talað um að íþróttamenn, skatturinn er farin að setja spurningamerki við það okkur íþróttamenn er ekki launamenn sko. Setja það á launaskrá, þannig að það verður áhugavert en ég meina enga síður, þá er þetta flott fyrir íþróttafélögin það fara launakeislur og annað þannig gegn. Þannig að Guðana bænum kynni ykkur PT, þetta er orðið fyrir alla, ég ætla ekki einu svona að segja bara einyrkjar eða neitt, þetta er bara fyrir alla. Sveitafélögin, jável líka. Þannig að kíkja á pt.is, kynni ykkur málið, prófið frýtt. Ein pæling með þetta samt. Hvaða fordæmi fyrir því að skatturinn segja atast í ættu er ekki frekar þá bara atast í verktökunum, segja bara, heyrðu, þið eru launamenn og ættu að vera að borga. Af hverju fara eftir íþróttafélögunum? Ég skal ekki segja því, eða þú veist, ég meina það meira í kassan fyrir Þú veist, það er örugglega einfaldara kill að ráðast á fílinn, heldur en bitana sem að byggu til fílinn. En ég var svona bara að velta þessu fyrir mér, þú veist, ef að eitthvað íþróttafélag segir bara, þú veist, þetta er bara verktaki og það kemur þá í ljós frekar hinum megin að verktakin séu kannski með verktöku upp á 2-3 milljónir á nokkrum stöðum að viðkomandi ætti að vera að borga sér laun fyrir eitthvað heldur en að sé sett á félagið. Bara pæling, ég var að velta þessu fyrir mér, þú veist. Ég veit ekki sko. Er bara að reyna að slá allar flugurnar eða færri flugur í einu höggi? En þetta mun náttúrulega sko þetta bitna á íþróttafélagunum sko. Þú veist, þetta verður dýrara, þetta verður þyngri kostnaður fyrir íþróttafélagin sko og sem mun auðvitað á endanum bitna bara á launþeganum. Þannig að því að ég stórlega efast að þau sé að fara að halda sömu launum. Ég maður er ekki nógu vel inn í þessu. Nei, ég bara ekki ég sjálfur. En þú veist líka að þú horfir bara á íþróttafélag, þetta snýr væntanlega að öllum þjálfurum. Og þjálfarar eru yfirleitt verktakar. Leikmenn. Sem eiga þá, eða þú ert á einni æfingu á dag, telst það að vera bara 100% vinna þá eða? Nei, ég veit ekki. Þetta er náttúrulega bara samningsatriði. Maður hefur alveg heyrt menn sem eru með yfir 1 milljón á mánuði. Þú veist, einmitt fyrir það að mæta bara á æfingu einu svona dag og spila leiki. Og spila og ferðarkostnaðar. Þetta er náttúrulega vinna þeirra. En þú veist, þá færur örugglega að vera leikurinn. Þetta er bara 30% starfshlutfall. Ég veit ekki. Þú borgar enda sama skatt að því. Ég skal ekki segja. Ég veit ekki. En við þökkum allan að PT fyrir og ég vil tala um Teygja einnig. Sem að býður upp á fast gjald. Það er ekkert nonsens í gangi þar. Kynnti mér einhverja lausn daginn sem ég ætla ekki að nefna hérna. Hún var með svona 15 mismunandi vöruflokka, óþolandi dæmi. Þannig að ég segi já við Teygja. Takk. Ekki láta bukta það og beygja. Og svo er bara, svo er það náttúrulega tjattið þarna inn á sem er mitt personal favorite. Skjót og góð þjónusta. Ég fengi samband við Arnar. Það er bara netspjallið. Það er svara strax á íslensku og það eru öll að vilja gerð. Öll að vilja gerð þarna hjá Teygja og við þökkum þeim kella fyrir samstarfið. Þetta er flotti posa líka. Ég hrikalega hrifin á þessum lit þarna. Svona skærgulur og fín. Farið í nútíman. Komdu í nútíman með Teygja. En sko kannski framaldi af þessu sem þú varst að tala um. Þú varst að tala um þetta, hvað heitir þetta? Diversity Lombardi lánalínur. Nei. Það sko þú ert að tala um diversity, equity and inclusion. Því að sko núna voru eins og þú nefndir hérna í byrjun þáttar starfsmenn Deloitte í Bandaríkjunum hafa verið beðnir um að fjarlægja persónufornöfn sín úr 12 pósta undirskriftum. Og þú veist, ég fagna þessu, mér finnst alveg nóg komið að þessum óþóra, þú veist, auðvitað bara full virðing til þeirra sem að skilgreina sig á einhvern hátt, en ef ég er að skipta við fyrirtæki,
þá kemur mér það anskotan ekkert við hvaða kyn á bak við skjáin hjá þeim sko. Ég bara sé ekki hvernig þetta á að koma þjónustunni við hvort þetta sé hann, hún eða hán eða eitthvað, þú veist þetta bara, þú veist, settu bara nafnið þitt það segja þér, þú ert blindur og jafnrétti þetta tengist því ekki neitt þetta bara, þú veist, ég í viðskiptum fyrirtæki ég að fá einhverja þjónustu á jafnrétti þau senda mér post og svo fæ ég bara tilbaka þú veist, ég ætla að setja engi spretta ég tek ekki undir neitt, þú ert að segja með bestu kveðju, Yngvi Þór Georgsson og þú veist, það kemur mér ekki við hvort að þú skilgreinir þig sem kall eða konu eða eitthvað annað það hefur með bara þína eigin kynvitund að gera og hún kemur mér ekkert við frekar en bara samlífið þitt, skilur Herru, ég er alveg sammálaður ég veit alveg hvert þú ert að fara en þú veist, bara please ekki taka þátt í þessu bullið því að mér finnst það einhver íslensk fyrirtæki byrjuð á þessu sko sástu hérna, já, byrjuð, ég lendi bara í þessu síðustu viku smá meiri hitt á Twitter en ég bjóst við að ég var að svara spurningu dóttur mína sem er 2 ára sem er að læra að tellja upp á 10 og það var spurt hvernig hún skilgreinir kyn sitt hvernig á bad það samt önnur umræða sko þú veist í sjálfu sér en hvernig á bad, já þú veist þetta er bara dæmi hvernig ratar þetta inn í já ég er algjörlega sammála því þú veist, hvað er hún, 3 ára? Nei, hún er 2 ára hún kann ekki að tellja upp á 10 en hvernig á hún að vita þú veist, þetta er bara gjörsamlega gali sko ég fór líka að hugsa hvað þetta brenglar niðurstöðunar því að síðan fær leikskólinn upplýsingar, þau vita bara herru við erum með 10 stelpur og 10 stráka já en samkvæmt könnunni þá er þetta að 18 stelpur sögðu þetta og þá bara ok, hvernig við vita hver er að skilgreina sér svona þennan daginn þannig að þetta er mjög sérstætt já, ég meina spáðu í þessu sko, þú veist, þú með 2, 3, 4 ára börn sko, ef þú ætlar að vera með marga möguleika fyrir kyn er annað heldur en, þú veist, gender í fyrsta lagi bara, þú veist, bara svo að það komi fram þú ert með líffræðilegt kyn svo ertu með kynvitund eða eitthvað svona, nú erum við ekki svona hlaðvarp en við erum samt að ræða þetta ef þú berð fram fyrir 2 ára dóttuðina þú veist, öll kynin, skilur við setur bara á borðið, ég veit ekki, kynvitundunar 8-10 kynvitundir eða eitthvað kynvitund, er það sem væri þá bara, þú veist, allt annað en kall og kona já, ok heldur að hún myndi ekki vilja bara velja eitthvað hvað er það þá? Það er náttúrulega, sko það hefur kynneigð að gera kynneigð, já, ég var röglast orðtaka nei, bara segja, ég meina, hvort heldur að hún væri ekki alveg líkleg til að velja eitthvað svona þú veist já, ég spurði hana bara, hún sagði að hún væri Elsa úr Frozen já, það var skilgreiningin já, einmitt, þannig að ef þú ætlar að láta börnin eitthvað velja það, þá ertu bara komin með bara þú veist, 100 flokka sko já, ég skilgreini mér náttúrulega sem hund þannig að það var ekki ég vil hvetja fyrirtæki til að vera ekki með þetta hí-him bull í gangi, það kemur ekkit við hvernig þú skilgreinir þig sem kynveru já, við erum reynda með þetta í tölvupóstinum ég reyndar sett þetta í pingitölvupóstin þeir peningar, það er skilgreiningin á okkur eða ekki? Nei, aurar skástrygg seðlar Kveðja Arnar og Yngvi aurar skástrygg seðlar getur leikið með þetta eins og vilt en herru, já, ég er nú með fleiri fréttir sko viltu að ég fari í tollaverkfræðina? Já, herru, erum við langir í dag mér langar aðeins að koma inn á ég er bara í því, nú erum við bara klára að koma frá okkur efni við hefum bara eitt þátt eftir taktu það í góðleigu, í bóði góðleigu eftir smá, ég ætla aðeins að taka Vestmanninn, hann var stórorður núna í fréttamilum hann var að tala að Alvotech gæti orðið Novo Nordisk Íslands og hann gerir stórar og segir telur EBITDA geta orðið álíka á alls sjávarútvegs á Íslandi og sko, mér langar að setja þetta í samhengi sko, því að hann talar ok, ef að Alvotech verður raunverulega Novo Nordisk Íslands hvað Alvotech er að fara hátt hátt í tekjum í markasviði, skilur við, bara svona ef við hlutföllum þetta, ef við setjum sko bara Novo Nordisk í samhengi við hagkerfi Danmerkur, þá er í rauninni sko, Novo Nordisk er stærra heldur landsframleiðsla Danmerkur í heild sem sagt markasvirði Novo Nordisk og þetta sveiflast það, en ég ákveða að taka eina dagsetningu, nú er ég með landsframleiðslu Danmerkur árið 2023, þannig að ég tek markasvirði Novo Nordisk í lok árs 2023 þar var markasvirði Novo Nordisk 461 milljarður fór vissulega hæst í 640 milljarða í júní 2024 en höldum okkur við bara lok árs 2023 461 milljarður bandaríkjadollara
Hagkerfi Danmerkur þá, sem sagt, landsframleiðsla voru $404 milljarðir. Þannig að Novo Nordisk market cap hjá Novo Nordisk 14% stærra heldur en landsframleiðsla allra Danmerkur. Nú, market cap Alvotech í dag 4 milljarðir bandaríkjadollara. Ísland með landsframleiðslu upp á 31 milljarð bandaríkjadollara. Þannig að ef við ætlum að setja þetta í samhengi að Alvotech þyrfti að vera 14% hærri heldur en landsframleiðsla Íslands, þá ætti Alvotech að nýfaldast í markaðsvirði. Okay. Þannig að bara svona til að setja í samhengi ef að raunverulega Alvotech yrði Novo Nordisk Íslands þá meðan við þessar tölur þyrfti Alvotech að nýfaldast í verði. Áhugavert. Þannig að það aldrei að vita. Eitt sem ég velti fyrir mig með Alvo núna. Þinn maður Robert Kennedy orðin Make America Healthy Again. Og þeir að fara að berjast gegn minn maður, okay. Lyfjaðinaðnum. Hann eiginlega ómikil samsæriskenningamaður fyrir minn smekk, sko. Ég samt hrifinn að því að þú veist, það alveg löngu komið tíma að uppræta þennan viðbjóð þarna í matnum í USA, sko. En hvað ætlar að segja? Hvað sagðirðu? Ég datt út. Ég engin pólitísk áhætta fyrir Alvo að vera að herja á lyfin á bandaríkjamarka þegar svona menn að koma til valda og ætla basically að ráðast á farma. Hver svona þín sýn á þetta? Já, ég myndi halda að það væri bara pólitískt risk þarna, skilur það bara, hversu mikið veit ég ekki. Nei. Og hversu mikið hann nær einhvern veginn tökum á þessu Kennedy frændiðin, sko. Við fórum náttúrulega yfir sykurinn daginn, hann að fara að ráðast í sykursírópið, eða kortsírópið. Ég held, sko, þú veist, basically pólitísk áhætta, áhætta Alvotech að Bandaríkin verði heilsusamlegri í sjálfu sér, sko. Það sýnir sér bara og Novo. Og Novo þetta líka, en það hefur sko Novo hríðfallið eiginlega bara frá kjöri. Það var nú reyndar út af því að nýjasta lyfið að performaði. En það eru þetta tengt því. Reyndar ekkert svakalega, þetta var ótrúlegt. Það underperformaði nokkuð prósentstig. Það ekki, sko, þau eru búin að falla nánast 50% í virði, sko. Veistu hvað besta content á samfélagsmiðlum í dag? Nei. Það fólk sem að sprauta sig af þessu Ozempic dæmi og sitja. Það bara með því betra sig. Það nógu það. Ég sé nokkur svona vídeó, sko. En þau eru búin að falla nánast 50% í virði frá því júní 2024. Og alltaf Trump kosinn hann í byrjun november og voru þá í svona 500 miljard bandaríkjadollurum, sitja núna í 370. Getum við gert einhvern svona lista best of Ozempic-vídeó sem verið að deila á íslenskum áhrifavöldum í dag. Settu það inn á Dýbit og Pingjan, klippir í CapCut og... Ég sitt kannski á minna persónulegu Twitter-síðu. Já, ég sá eitthvað svona einmitt daginn. Sjá þetta? Já. Þetta svo stílhreint, bara stendur fyrir framan spegil og ert að sprauta þig með nál. Ég meina, það bara, fólk... þetta content sem að selur að því virðist. Hvað ætli sé svona, hvað ætli væri svona næsta trend í þessu? Að fíklar fara að sprauta sig bara með heroíni og... Ég skal ekki segja, það bara... Skuli sjá bara markaðurinn ræði fyrr. Ekki, má ekki segja það dálítið? Fyrir ári hefði ég sagt þetta að vera afbrigðilegt. En í dag, mér finnst þetta sína auðmýkt. Þetta bara það sem við viljum sjá. Fólk að sprauta sig á Instagram. Akkur ekki. Heyrðu, tollaverkfræði, það ekki það sem við viljum sjá? Jú, ég boði góð leigu. Annað, mér dettur í hug. Þú ert ekki neitt tímaþrönga? Smá. Ég að fara bara í annað upptökusessjón hérna eftir hálftíma. Já, ok. Heyrðu, Er mólin að koma? Já. Okay. Hann að lenda. Ok, ég teka fyrir næst í loka þetta Pingjunar. Ég nefnilega með skýrslu. Ég var að fá að senda skýrslu. Já. Sem mjög áhugaverð. Áhrifavalda. Já, herrið flott. Þú meira að segja breaking news. Þú varst ekki á top 50. Top 50. en Ólafsinnir voru á top 50. Top 50 hvað? Áhrifavaldakonun. Hvað áhrifavaldakonun? Það verið að mæla þetta. Ég var að komast í smá djús. Nú? Já. Býttu nú við? Mér var sagt að við spækuðum í haust. Dottnir út að lista. Við varum stórir haust. Það var þegar Ölgerðarþátturinn kom. Hann spækuðum við í hlustun. Top 50. Og ársreikningarnir. Fólk vill náttúrulega við erum með sértækan hlustunarhóp. Það hefur náttúrulega verið vita frá degi 1, sko. Við erum með þessa millistjórnir sem sprauta sig á Ozempic og sitja á Instagram.
Herðu, það sem að umfjöllun sem átt að vera í boði góð leigu verður þá, hvað, ég er með það, ég er með bara, þú veist, bara bíla, já, þú veist, okay. Mér líkur ekkert á. Nei, taktu það, bara í guðan. Á ég ekki bara sitja eitt og tala við sjálf um mig. Og segðu þeim frá nýjustu afurðum góð leigu. Sko, já, svo mikið efni sem ég hef aldrei sett. Já, hérna, topp 3, hvernig átt að byrja í mannaðinsviðtali, sem fyrir sumarstarfsmenn. Við verðum að fá það í síðasta þættinum. Já, það fyrir síðast átt. Ég, hérna, einhverja 8 við að okkur er slaufa, setti ekki á sín tíma. Já, Slimmaran, já, Michael Saylor, já, áhrifavaldaskýrslu. En ég ætla að taka tollaverkfræðina núna. Já, bara mjög gott. Heyrðu, svo er ég með eina spurningu sem þú ætlar að setja inn á Spotify. Já. Pingjumálaráðherra. Já. Áslaugu Arnar að bjóða sér fram til formanns. Já. Ég stend með henni. Já. Svo er það hérna mjólkuduftstrotningin sem fyrir gegn henni. Ef ekki að hendi könnun, hvort fólk ætlar að kjósa. Bara opinbera það. Pingjumálaráðherra mjólkuduftstrotninguna. Já, hendaði kannski á Spotify. Já, Spotify könnun. Það er nafnlaust. Ég lofaði Deep Pingjanliðum að ég myndi ekki óna þau með fleiri könnunum þar inni. En ef þið eru með síðustu ritningarorð, þá má sitja þau þar inn. En könnunin verður á Spotify. Já, skoðum þetta. Ég ætla að setja þetta í reminder hérna hjá mér. Já, tollaverkfræði. Sko, ég ætla ekki að gera kröfum að byggja brýr. Er kennt að byggja brýr í fjármálaverkfræði? Nei, mér var kennt það í byggingar, hérna, ég fór í byggingarverkfræði kurs, sko. Þú tókst það? Já, ég var bara með hæstu nemendum með þessa. Já, hefur þú farið hérna brúarbyggileikin? Nei. Það að senda þér hann? Ég var ömulugur í honum. Já, þetta er appið þarna. Þú ert bara að byggja brýr, reynir svolítið á. Já, ég séð auglýsingu með þessu. Já. Heyrðu, það er allir að tapa sér í Trump eins og vanlega. Og hérna, til heilmarga skemmtilega sögur að hvernig tollar í fortíðinni hafa móta vörur og þjónustu sem við njótum í dag. Og svona frægasta dæmi til að tengja við yngri hlustendahóp okkar eru skór. Margaret, skattalögfræðingur sem kom til okkar í fyrra, var að tala hvernig hérna Queen Margaret. Já, var að tala hvernig hérna sósíalistaflokkurinn í Danmörku var byrjað að skattleggja, held ég að verið undirlagi í skóm í Danmörku út af því að þau vildu fá hærri tollaði. Og Converse er einmitt eitt frægasta dæmi það hvernig þau breyttu botninum á skóm eða sólanum og öðru til þess að vera í öðrum tollflokki til þess að borga lægri tolla. Og ég nefndi nú ekki að rekja þetta alveg en þú veist, það er mismunandi plast, pappi, gummi og svo framvegis. Já, maður hefur hitt svona dæmi. Já, eitt frægasta dæmi í Bandaríkjunum frá 1960 kallaði chicken tax, kjúklingaskatturinn. Og á þessum tíma var mikil gróska í framleiðslu á kjúkling og þarna er semst í rauninni bara að verða til þessi framleiðslu iðnaður fyrir kjúkling sem við þekkjum í dag. Fram að því hafði þetta verið annarkvort bara lúxusvara eða megninu henn. Já, kjúklingur. Hérna, en þetta er að verða þarna þessum verksmiðju búskap sem við þekkjum og eins og í öllu offjárfesting, komin allt á mörg kjúklingabú og allt á stöðum tíma, þannig að kanin er í bobba. Verðið er að fara að hrynja og hvað gera með þá? Við þurfum að fara í útflutning á kjúklingi. Já, flytja þetta út. Já, þannig að þeir byrja að flytja út kjúkling til Evrópu sem gerir það að verkum að þjóðverjar og frakkar verða alveg æfir því að það er verið að flotta þeirra markað af amerískum kjúkling sem er allt ódýr sem verður til þess að það verður viðskiptastríð. Evrópulöndin taka sér saman, ekki í fyrsta skipti eða kannski í fyrsta skipti þarna og sitja á kjúklingaskatt til að koma í vekk fyrir að Bandaríkin fara að dæla kjúklingin á Evrópu og Frakkland. Lyndon B. Johnson, forseti, svarar með 25% tollum á þá sem hafi kallað léttir pallbílar eða light trucks sem sagt eitthvað sem hafi verið í samkeppni við pick-upa og light trucks frá Bandaríkjunum. Já, Þýskaland þessi beinta Þýskaland og Frakklandi sérstaklega og þá er talað að Volkswagen Cargo og pick-upar frá Volkswagen voru svona stærsta fórnarlambið á móti en það var líka setti skattar á kartöflumjöl, dextrín og brandy sem var þá Frakkland. Brandy, á einni nóttu þurrkaðist upp innflutningur á þessum bílum til Bandaríkjana. Það er að segja 25% tollin bara var á mikið, neytendur ætlaði ekki að taka á sig þessa hækkun sem gerði það verkum að þessu var bara stöðvaðist innflutningur á bílum frá Volkswagen, þessum hérna pick-up-bílum. Nokkrum árum síðar sjallaðir málin í hérna matnum, þar sé að matarskatturinn er lagður af
En þessi skattur á bílana hefur haldið sér alla tíð síðan og kallaður The Chicken Tax og hann gildir bara ennþá á bílainnflutning á light trucks til Bandaríkjanna og það hefur gert það að verkum að góðleigumenn fóru að spá í að hverju Subaru, Ford og fleiri byrjuði að hanna svona steikta bíla til að komast fram hjá skattinum og ég með nokkuð dæmi fyrir því sem þú mátt googla eitt Ford Transit Connect annar Subaru Brat og þú ert örugglega veltaði fyrir af hverju var Ford amerískt félagalendi þessum bobba jújú, þeir voru búin að færa framleiðsluna til Tyrklands og lentu í þessum skatti og fóru í þann bútasaum að búa til bílinn Ford Transit Connect Þetta svona eins og Caddy, þú veist, það þekki allir Caddyin Já, hann reyndar, ég að segja villust, hann búin að breytast í dag en myndin sem ég ætla að sýna þér, ég klippti hann ekki inn hún svo að þeir búa til pallbíl sem ógeðslega ljótur og settu 2 plastsæti aftan á hann út af því að þá gáttu ég fært rök fyrir að þetta væri farþegabifreið en ekki bíl með palli og borguðu 2,5% toll en ekki 25%. Sniðugt þetta dæmi að The Chicken Tax. Var svo ekki bara hægt að rífa plastsætin úr eða? Jú, svo var það basically bara pointið að þú bara tekur sér sæti, getur hendin frá og þú bara komið pallbíl sem að kemst fram hjá. Var það Ford Transit Connect? Sko, annarkvort Subaru Brat eða prófa að skrifa Chicken Tax Ford eitthvað Transit. Annað dæmi, mólun fyrir Marvel-perrana og auðun okkar með einu enni að dúkkur eru með hærri tax en að tolla heldur en dót almennt í Bandaríkjunum þar að segja samkvæmt Harmonized Tariff Schedule að þá eru það manngerðar dúkkur bera hærri tolla heldur en bara annars konar dúkkur og dót Ok, manngerðar dúkkur Já, það er að segja bara Barbie og Actionman og svona Þetta líkir eftir manni Birgittu dúkkan Hún hefði fengið hærri skatt Ég skil þig Marvel-menn voru eitthvað að sniffa blekið þarna í þessu tollaskýslum og ákvaða að færa rök fyrir því að mutants væru ekki menn og þar að leiðandi ættu ekki að borga toll löngstagast ut það var reynt á þetta mál fyrir dómstólum í 10 ár og 80 Marvel karakterar tekni fyrir og enda á því að lögmenn þeirra höfðu betur þar sem dæmt var að Beast, Wolverine, Fantastic Four karakterar og aðrir væru einfallega ekki menn og ættu þar að leiðandi ekki að greiða hærri tolla af þeirra dúkkum. Heldur hvað þessi tollamál eru heimsk? Já. Þú ert að borga fyrir Barbie-dúkku einhvern x toll en svo að þú gerir bara eitthvað dýr þá ekki sama. Já, og kaldhæðinni svo svo að Wolverine í myndunum hugmyndafræðilega barðist alltaf gegn því að væri gert upp á milli mutants og manna. Já. En kaldhæðinni örlagana svo að þetta tollamál tók yfir 10 ár og tilheyrandi tíma með rökfærslum það að mutants væri ekki menn og þar að leiðandi ekki að borga hærri tolla. Smá lokasprettur tollaverkfræðin í Evrópu. Að þú ert með myndavél sem tekur upp lengur en 30 mínútur þá ertu komin í tollflokk fyrir kvikmyndamyndavélar. Ég nú fundið fyrir þessu. Heyrðu, ég nefnilega með persónulegt dæmi. Sony og Canon ákváðu þar að leiðandi að allar myndavélar sem kæmi inn til Evrópu gætu bara tekið upp 29,59 sekúndna hámark áður en að köttaðist á filmuna og þú þurftir að byrja aftur fyrir digitalkamerur til að vera í lægri tollflokki. Ég ætla að segja, þegar við opnum þetta stúdíó hérna 2021 og náum að selja einhverjum snillingum að koma inn og vera mynd þar á meðal Drugs After Dark eitilegu eftir kvöldmatt Birkir Karl Sigurðsson Það voru nú margar upptökurnar sem klikkuðu á þessu Þá kemur í ljós að þeir eru að byrja að taka upp hérna myndefni og með Jón Ásgeir og fleiri góða í stúdíónu og það köttast alltaf eftir 29 mínútur Þá komumst við að því að það út af þessu ógeðslega tollamáli í Evrópu Maður fekk að finna það einskinn ég og nú að klippa fyrir það á tímabili Og þetta var bara, það var alltaf bara, hvað er restin af myndanumnu? Herðu, myndavélinn köttaðist. Og þá fór maður að skoða af hverju, hvað var að valda þessu. Það er bara tollar. Þetta er tollaverkfræði. En það er núna að fara að framleiða myndavélar með, í einhverju, það var einhver breyting, nú má þetta, en ertu með punktinn fyrir það? Nei, bara þess að Sony-vélar sem kom með hérna eru dæmi Þau þurft að breyta einhverjum í stillingunum Já, ég man ekki nákvæmlega hvað þetta var Þú verður að vera með þennan punkt Já, þú veist bara, ég var með annað hérna Sony ætlaði að láta reyna á að hafa sama með tölvur inn á Evrópu Leikjatölvur voru með hærri tolla en ekki heimilistalvan Tollaverkfræðingur Sony þar að leiðandi sem örugglega einn af okkar bestu, Ólafur Jóhann
var örugglega hluta þessu að fyrstu PlayStation tölvurnar sem voru seldar inn á Evrópu voru með lyklaborði og Linux hugbúnaði til að færa rök fyrir að þetta væri tölvur en ekki leikjatölvur þeir töpuðu því máli hins vegar Evrópa hafði betur og þau hafa verið flokku sem tölvuleikjatölvur síðan því líka ruglið maður eitt lokapunktur sem síðan afturorðin relevant ekki bara svona smá skrens de minimis reglan sem held ég eitthvað sem að þekkst hérna á landi líka það er að segja að varningur undir ákveðinu uppæð ber ekki toll í innflutningi og þetta ekki eins og hérna á Íslandi þegar við gerum fríverslunarsamningu í Kína að þá eitthvað allt undir 2000 eða 2500 sé ekki tollað það er svo ódýrt að flytja frá AliExpress því að það er ekki tollur af þessum ég þekki það ekki skilur hvað er að fara allána de minimis vörur í Bandaríkjunum tóku einhverja hækkun ég reyndi að glemta að skrifa mér uppæðina og 2016 gerist það að þessi innflutningu frá Kína fer úr $9 miljardum á ári í 55 miljardar síðast ári dollara á ári í de minimis innflutning þar að segja að þetta eru vörur sem eru taldar það litlari virði að það er bara fljóti gegnum kerfið og augljóslega hefur verið bent á að þarna sé verið að tala líka bara við Kínverðina að segja heyrðu, þetta kostar $100 setur ekki bara $20 á dæmi og þá flýtur þetta í gegn hins vegar, punkturinn er þessi það eru 2 fyrirtæki frá Kína sem hafa mjög mikinn hag af þessu og Kína er 60% af þessum innflutningi og þau með meiri hlutan viltu giska hvað 2 fyrirtæki það eru? Það er væntanlega Temu og AliExpress Temu og Shein og þau eru megnið S-H-E-I-N það er annað sem alltaf verið að berjast gegn að sé kól í vörunum og barnavörunum já, Shein, einmitt alveg rétt, það var umfjöllun þetta á Íslandi Shein og Temu og þetta er eitt af því sem bara verið að skoða núna varðandi tollan á Kína og fleira það er bara að afnema þetta eða minnka töluna svo þetta fara að bera toll og Temu er vist byrjað að kaupa upp og leigja vöruhús í Bandaríkjunum til að bregðast við þessu þar að segja að þá geta þær sendt bölk bara tollar rétt og verið með last minute delivery haldi verðinu svona nokkurn veginn en Shein eru vist fucked þeir voru að fara að IPO-a í London fyrir 50 miljard punta á þessu ári en það er bara komið aftur á tústöfluna út af því að þau eru ekki byrjuð að bregðast við áhrifunum sem þetta myndi verða og ég sá annarkvæmst Shein eða Temu er fastest growing bara fatasali í Bandaríkjunum út af þessu það er bara að vera að dæla einhverjum fötum hann inn þannig að þetta var nú svona pínu current fyrir fjárfestana sem er að spá í tollunum tollar maður, maður er alltaf að átta sig meira og meira á umfangi þessa kerfis þú veist, það eru nánast til tollar á allt sko þú veist, hvernig þetta er flokkað en svo eru menn alltaf að finna þessi loophole sko þannig að þú veist, þetta er í einhver skilningi verkfræði sko þetta er bara tollaverkfræðin gengur út á sniðgönguna og hvernig hún kemst fram hjá þessu þetta er skemmtilegt kannski eitt relevant dæmi sem ég veit samt ekki hvort að sé tollaverkfræði ekki er þetta svakalega skattamál með innflutningin á veipi og því og nikotínpúðarnir náttúrulega ég reyndar búin að hækka upp öllu valdi ég er ekki alveg nóg að vel að mér þeir voru náttúrulega dæmdir fyrir sikkert miljard held ég þegar þurfa að hósta upp þarna sem voru með þetta en ég náði aldrei almennilega voru að flytja inn sígarettur og þær voru flokkar sem pappír og þar alveg að læri tollum eða var verið að flytja inn eitthvað þetta var örugglega bara vitlaust tollflokka þetta var ekki verkfræði fyrst þeir voru dæmdir þá eiginlega má gefa sér þetta hafi kannski verið ekki eftir fremstu bókum ég með þetta svo hugfast með þessa 30 mínúna kamerur sko. Hann sagði mér þetta hjá Reykjavík Fótó af hverju þetta var afnumið, eða þetta var ekki afnumið, það var fundur einhver leið í kringum þetta sko. Já, ég man bara, við keyptum þessa myndavél, svo fáum við náttúrulega Birgir í smetti, bara hvað er hérast hérna? Bara einhver hljóðskilabóð upp á 3 mínútur og við bara, ég veit ekki, við keyptum bara myndavél hérna 200 skall, getur við ekki tekið upp lengur en hálftíma? Heyrðu, takk Evrópusamband. Já, það er Evrópusambandið sem á heiðurinn á þessu, taldu regluverk og fleira. Já. En heyrðu? Já, þetta er einhverja stillkamerur versus videokameras, sko. Já, þetta snýraði að vera eitthvað að tolla hérna helst kvikmyndadrasli öðruvísi sem er eitthvað rándýr búnaður. Ég skal ekki segja. Alltaf að klípa eitthvað. Kæru hlustendur, góð leiga. Þetta var í boði góð leigu. Já. Þeir eru mikli Subaru Brattmenn. Það er engir auka tollar þar, það eru þvert á móti, það er allt innifalið, þjónustuskoðanir við, halda ekki að þjónustasmur, þjónusta bifreiðagjöld, ábyrgðatrygging, kaskotrygging. Hvað er ekki innifalið í þessu?
Já, hérna er þetta, ertu búin að sjá Subaru Brat eða? Já, þarna, já, og Íbarasta. Þetta er ógeðslegt. Þetta alveg svona hillbilly sæti. En það ekki Subaru Brat hjá GóLeigu. Þar erum við með allt frá bara, við erum með Dacia-una og upp í forstjóra bíla, við erum með hérna dýrasta, það Mercedes-Benz GLE 350, 320 krónur á mánuði, takk fyrir. Það já, eitthvað til að setja á bucketlistan. Já. En sko, eins og er ég bara mjög góður í Mitsubishi Eclipse, þvílíkur bíl. Steinar sem stemmingsmaður, ætli við getum ekki fengið hann til að flytja inn svona 10 Subaru Brat. Já, rúglega, ég meina það færi pottitt svona á hugmyndalistan hans. Ég að skoða þetta. Sko, ég veit að þú ert að fara að gifta þig einhvern tímann. Já, ok. Djöfull væri gaman að sjá ykkur Helgu keyrandi kirkjunni Ænu Subaru Brat. Einum hillbilly. Bara fjalar og blóðfer og allir að flegi ykkur grjónunum. Frænka mín býr í Kanada, hún gifti sig sko og þau fóru í pick-upin. Já. Þau sátu aftan á pick-up. Heyrðu, það verður í loka þættinum. Djöfull, það verður svona 4 tíma þáttur. Já. Ég var að bjóða gestum í loka þáttur. Það verður marathon. Já, það er alveg pæling sko. Einhvernum bara koma og Skulum skoða þetta. Ég verð með topp 8 mýtur 8-una. Ég minn eini. Sem aldrei hafa komið fram. Guðanabænum leggjum við hlustir á lokaþætti. Það er vissulega einn ársreiningur eftir hjá okkur sem kemur í millitíðinni. Já. En ég vil minna með GóLeigu að setja pingjan í afsláttarkóða og þá færið 10.000 króna discount af fyrsta mánuði. Geðveik kjör. Þökkum góð rental fyrir og ég held að við þökkum líka bara fyrir í dag. Þetta er örugglega svona með okkar lengri þáttum við 2 einir hérna í föstudagsskafinu. Já. Þangað til næst, það er bara ásendingur. Ég verð með skel, þú vilt ekki segja hvað ég ætla ekki að gefa upp. Nei? Ég skal gefa upp eitt hint. Okay. Ertu að fara að taka þrotabú 8-unar eða? Nei, það var enda gaman. Það var nú ekki þrotabú svo að það komið fram. Nei, það er einmitt ein mítan í topp 8 mítur 8-unar sem aldrei hafa komið fram. 8 fór aldrei í þrot. Nei, það er þökk sé gífurlegum hæfileikum fjármálastjórans Arnars Þórs að ekki fór verr en sem sá í hvað stemdi. Já. Og hvað wind it down. Hvernig var fjallar í öllu þessu? Þetta var allt engineerað niður í 0. Eru fjallar is back? Fjallar is back, já, hann er komin á miðlana aftur. Fjallar að Já, herðu, kæru hlustendur, við þökkum. Hefur eitthvað verið gefið út með það? Nei. Hvernig bindindið gengur? Það hefur ekkert verið gefið með það. Kæru hlustendur, aftur að sinni næsta föstudag. Herðu, ætlað þú að vera með hvað er svona raunverulega versta sem að Socialist Party of Reykjavík getur gert þegar þessi vinstristjórn er komin? Allir fasteignagjöldin verður ekki hækkuð alveg upp í rjáfur. Ég meina, ekki getur þau haft áhrif á skattkerfið. Sko, þau eru ekki fara að breyta neinu í lóðastefnumálu. Þannig að það verður stöðnun. Skattar er að fara að hækka og sennilegast fasteignir? Já, halda sig við þetta, hvað er þetta? 90% hækkun á gatnagerðargjöldum, það ekki? Já, ekki 90% stig. Það ekki, þetta var einhver bilun sko. Þetta var held ég í 20. Það ekki, ég veit að verður eitthvað gert til að laga stjórnkerfið? Ég held ekki. Nei, fleiri starfsmenn, meira regluverk, meiri skriffinska. Bítinu í vikunni pappa verið að tjá sig að dóttir hans búið að beita hana ofbeldi og fleiri í Breiðholtsskóla. Skóla og frístundasvið. Kannast ekki við málið. Nei, þú kannast ekki við. Nei, og ekkert verið að gera af ótta við að gerendurnir séu kannski ekki hérna og þaðan. Já, einmitt. Það er svart yfir í Reykjavík. Ég held að það sé besta ákvörðun sem ég hef tekið síðastliðin 10 ár var að flytja í Kópavog. Já. Það er velmegun henni í Kópavogi. Já, og bara útsvarið er búið að vera sama í 2-3 ár. Sérst, eða fasteignagjöldin, þau jöfnuðu þau. Já, einmitt. Leikskólamálum búin að vera frábær. Það er aldrei frídagur. Það mætti vera fleiri það þarf aðeins að taka umferðinni í kringum það sem verið að byggja upp íbúðarhúsnæði. Það er nú bara, það er pínött. Andraði það. Það er pínött með að þessi reykingar þurfa að upplifa á degi hverjum í dag. Já, þannig að og ekki skánara, ég meina, þú veist, einmitt, eins og ég segi, bara þú veist, já, ég veit ekki hvað ég að segja mér. Það lítur ekki út fyrir bjart tímabil framöndan. Nei, þetta er The Socialist Experiment of Reykjavík 15 mánuðir í viðbót. Jú, verður það fyndið. Herri, kæru hlustendur, við lókum við í dag áður en við dettum of djúpt ofan í pólitíska hjalið hérna. Við verðum aftur með ykkur á föstudaginn með ásendinga. Þangað til, verið sæl.